hvar lágu leiðir okkar saman? Og hvenær? Ég held að það hafi verið í tónlistarskólanum í Reykjavík. Líklega veturinn 82 til 83, þá var ég í tónfræðideildinni á fyrsta ári í tónfræðideildinni og þú kenndir okkur hljómsveitarstjórn. Eitthvað hafið þið lært annað. Já, við lærðum nú ýmislegt. Það var svo sem ekki mjög mörg námskeið í gangi en þau voru nokkur og þetta var eitt af þeim, ég veit ekki alveg hvort þetta tilheyrði faktisk tónfræðideildinni beint, það voru nú einhverju fleiri þarna líka. Jú, ég veit betur. Já. Jón Nordal taldi það mikilvægt að þeir sem væru að semja verk vissi hvernig þið lífðu út á pappír og hvernig mætti bæta handritin. Já. Og stjórnendur lenda oft í mestu hrakningum og sérstaklega á þessum árum, grafískrar nótnaskriftar og ég var að messa yfir liðinu að sko það væri ýmis ráð til þess að hjálpa fólki að skilja verkin stjórnandanum. Já, til dæmis þó ekki væri annað en tvístrik hér og þar. Já, þá skilur það. Já, ég man eftir, það voru annað margar skemmtilegar sessjónir. Ég man að þú leiður okkur meðal annars og það var mjög gott að við skrifuðum smá fyrir hljómsveitina, gerðum svona litlar æfingar sem var mjög skemmtilegt að prófa það. Þarna áður en maður faktisk var eitthvað byrjar að læra neitt mjög mikið. Síðan man ég að við vorum að æfa okkur að stjórna 5. Schubert og fengum að gera það með hljómsveitinni. Með skólahljómsveitinni? Með skólahljómsveitinni. Já, einmitt. Þetta endaði svona með því að við komumst í tæri við hljómsveitina sem var náttúrulega líka mjög skemmtilegt. Já. Og gaman að glíma við það. Og líka læra þetta skemmtilega verk. Já, fallegt verk. Og raunverulega mjög svona transparent eða gegnsætt. En út í nefnin þetta þá, ég var sjálfur búinn að stengla með því, ég stjórnaði skólahljómsveitinni nokkur ár. Já. Og það er ekki ráðist að garðan sem var lægstur. Við spilum fáleikina Rómeó og Júlíu eftir Tchaikovsky og við spilum hérna stóru symfóníu Schubert sem er ýmist númer 9 í C-dúr og hérna það var hamast á henni í marga mánuði. Já. Og lokatónleikur man ég að það var symfóníu númer 104 Haydn. Hérna á Lundon symfóníu. Já, ég ætlaði nú ekki að fara að segja allt þetta, en það voru fleiri kennarar. Já, þarna, ég var semst í fyrsta hópnum sem að var í tónfræðideildinni. Ég sjálfur hafði verið þarna 2 ár í bara einkatímum hjá Þorkeli Sigurbjörnssyni í hljómfræði og síðan smá tónsmíðum og þarna haustið 1982 þá kemur, þegar ég ætla sérst að fara að halda áfram hjá honum, þá stingur hann upp á því að ég fari inn í þessa deild sem þá var nýstofnuð og sem að hann og Hjálmar Ragnarsson, Hjálmar var nú líklega upphafsmaðurinn að þessari deild eða var og hann fekk Þorkeli með sér og þeir voru svona aðalkennarinn hann til að byrja með og hann stakk upp að ég kæmi þarna inn og mér leist ágætlega það. Þarna var fullt af fólki sem ég kannaði svolítið við og aðra ekki. Þarna voru á þessu fyrsta ári voru Haukur Tómasson, Atli Ingólfsson, Kjartan Ólafsson, Gunni Fransson, Hanna G, Sigurðar, Margrét Þóra Gunnarsdóttir,
sem var píanóleikari og píanókennari, hún var þá nýkomin úr framhaldsnámi einhver staðar annar stað frá, man ekki hvaðan. Þarna var líka Vilberg Viggósson píanóleikari og Guðmundur Óli Gunnarsson sem að var svona, hafði huga á því að fara að læra stjórnun. Þetta var svona hópurinn sem var þarna fyrsta árið. Síðan fóru... Þetta var Karolín ekki hérna líka? Karolína var, já nú er ég að tella upp nemendurnar. Já, fyrirgefðu. En svo af þessum nemendahópi þá fóru sem sagt á öðru árinu þá fóru Guðmundur Óli Gunnarsson fór til Utrecht að læra stjórnun og Haukur Tómasson fór til Kölnar að læra tónsmíðar, en Ress og Vilberg fór líklega til Amsterdam að læra á píanó. Þannig að hópurinn sem varði eftir, þannig að við vorum eitthvað svona 5-6 sem að kláruðum þessi 3 ár saman. Kennararnir voru Þorkell var nú svona aðal kennarinn þarna til að byrja með allavega. Þorkell og Hjálmar, Atli Heimir kendi, hann kendi nú yfirleitt bara einhver tíma í tónsmíðum. Karolína Eiríksdóttir kendi okkur hljóðfærafræði þarna. Snorri Sigfús kendi okkur aðeins þannig á fyrstu árunum. Hvað var hann að kenna? Hann var með raftónlist þarna til að byrja með. Þannig að þetta nú kannski námskeiðin voru í eðli sínu einhvers konar tónfræði, það voru einhver tímar í tónsmíðum, það var hljóðfærafræði sem að Karolína var með þarna ef ég man rétt, og raftónlist sem að Snorri Sigfús var með. Þannig að þetta var nú svona það sem var lagt var með upp til að byrja með. Þið hverju voru í tónlistarsögu hjá mér? Sko tónlistarsagan menn átti náttúrulega að vera búni með allt svoleiðis. Þannig að voru það þá píanó kennaranemar eða? Já, og bara venjuleg hljóðfæranemar, þannig að fólk sem að koma inn í tónfræðideildina það átti að vera búið með tónlistarsögu og átti að vera búið með hljómfræði og eitthvað svoleiðis. En það var nú allur gangur á því hvort það veri búið, þannig að það er nú ekkit ólíklegt að einhver af þessum nemendum hafi verið hjá þér í tónlistarsögu. Ég var reyndar ekki hjá þér í tónlistarsögu, ég hafði nú lært hana í Tónskóla Sigursveins, en ég held reyndar ég hafi síðan verið 1 vetur hjá Hjálmari Ragnarsinni þetta leyti einhver tíman. Já. Þannig að þetta var nú svona hópurinn. Svo veit ég náttúrulega að Þorsteinn Hauksson kom tiltölulega fljótlega inn í raftónlistina, en ég náttúrulega var þetta í 3 ár og þetta var svona kennarahópurinn sem var í kringum okkur í þessi 3 ár. Ég man ekki alveg hver gerir hvernig veturinn. Ég var fyrsta veturinn hélt ég áfram hjá Þorkeli, og ég fór líklega síðasta veturinn fór ég til Atla Heimis í tónsmíðatíma. Þannig að þeir skiptu svolítið á með að taka þennan hóp í tónsmíðatíma, Atli og Þorkell. Seinna meir fóru bæði Hjálmar og Karolína að kenna, þannig ég held til þess árgangurinn sem kom á eftir okkur að þá hafi þau verið meira að kenna tónsmíðanum. En þá svona... En Hróðmar, hvernig komu þessir kennarar þér fyrir sjónir sem fæstum orðum? Þorkell, Atli og svo framvegis. Þetta náttúrulega var, sko, Þorkell og Atli voru náttúrulega svolítið sér á báti, þeir náttúrulega voru eldri og maður leit mjög upp til þeirra. Þorkell var afskaplega fínn kennari og mér fannst ég læra mjög mikið af Þorkelli. Þannig að hann var svona fagmaðurinn, og ég fylgdist þetta líka mjög mikið með hans tónsköpun á þessum árum og hreifst af því sem hann var að gera, og það er eiginlega það sem að það er svolítið skemmtilegt að því að síðan líða síðan alltaf fer maður frá honum, ég getum kannski komað þessu seinna, en það er samt svolítið gaman að hann hefur greinilega haft svolítið mikil áhrif á mig, að því að núna 30 árum síðar
þá ég alveg að uppgöta hann svolítið aftur og þá allt í henni fatta ég hvað hann hafði mikil áhrif á mig, bara í tónsmíðarnir hans höfðu áhrif á mig og það margt sem ég geri sem að ég tengi svolítið við það sem hann gerði. Þannig að það var eitthvað svona hjá honum sem að einhvern veginn snerti mann og skipti máli. Atli að samaskapi, það var mjög gaman að kynnast Atla. Hann var ekki eins mikil kennari í eðli sínu, hann var svona kennari sem inspíreraði mann. Þegar tímarnir fóru í að tala Gunnar Gunnarsson, hann var nú mjög upptekinn af honum þannig á þessum árum, að hann var að gera aðventu að mig minnir. Og þannig að það var afskaplega skemmtilegt og ég reyndar kynntist líka og hlustaði mikið á verk hans á þessum árum og fullt af frábæri músík. Þannig að það var svona með þá tvo og þeir, einhvern veginn maður leit mjög upp til þeirra og þeir höfðu á sinn hátt áhrif á mann. Þorkell hafði svona einhvern veginn svona aðeins meiri, mér finnst það aðeins meiri svona kennari. Ég held að hann hafi svona vissleiti hjálpað mér meira og kannski var ég svona nær honum. Það rétt sem ég hef frétt að þú haldið fyrirlestur Þorkel núna í Listaháskólanum? Já, ég sem sagt byrjaði á því 2013, þá byrjaði ég faktist á svona smá svona rannsóknarverkefni og hugmyndin náttúrulega á íslenskum tónskáldum og það þá fyrst og fremst þessi kynslóð sem að mér langaði til þess að færa svona til nemenda okkar í Listaháskólanum. Kveikinn að því var náttúrulega ekkert skemmtilega að ég var bara í einhverjum tíma með mínum nemendum og allt í einu kemur það upp úr dúrnum að enginn vissi hver Þorkell Sigurbjörnsson var, sumir vissi ekki hver Þorkell Sigurbjörnsson var og þá allt í einu fattaði ég að þrátt fyrir þennan stutta tíma þá fyrir ung tónskáld og unga tónlistamenn sem að vaxa úr grasi núna að það engin snerting við þessa alleið. Við þekktum auðvitað þessa menn mjög vel og þekkjum menn að því þeir eru lifandi. Hvernig ósköpunum eiga þessi ungu tónskáld að þekkja eldri, bara næstu kynslóð á undan? Það ekki til skrifað þessa menn. Þetta var eiginlega kveikina því að ég ákvað að fara að gera eitthvað í þessu. Og auðvitað gerum við þetta miklum vanefnum en ég hef fengið nemendur til þess að vinna með mér og við höfum verið á styrk frá Nýsköpunarsjóð námsmanna, fengum við 2 sumur veglega styrki til þess að safna saman efni og vinna og þetta hefur nýst mér mjög vel þannig að ég alltaf reglulega með námskeið Þorkel og það nemendur mínar, það eru komna núna 5 BA-ritgerðir verk Þorkels og störf. Þannig að þetta hefur gert ýmislegt og við náttúrulega eyddum þarna 2 árum í Þorkel í Listaháskólanum, fluttum verkin hans, fluttum tónleika. Þið vörðuð 2 árum? Við vörðuð, já. Þetta var ekki eyðsla. Þetta var ekki tímaeyðsla. Það veist engin spurninga því þetta var ótrúlega skemmtilegt og gefandi og auðvitað heldur þetta áfram einhvern hátt. Við höfum ekki náð alveg í þessa styrki áfram. Það eiginlega ekki hægt að gera nema þetta gerir svo mikið í kringum nemendur og aðalatriðið í þessari vinnu var náttúrulega involverað nemendur. Af því þannig kynnast þeir. En ekki undarlegt að ríkisútgáfa námsbóka og menntamálaráðuneytið skuli ekki gangast fyrir svona einhverjum bæklingi þó ekki það annað. Jú, það náttúrulega, ég veit ekki hver á að gera það, en ég veit að Listaháskólinn á að gera þetta. Við eigum að vera að gera þetta þarna og við erum að gera þetta. En við byrjum svolítið seint á því. En auðvitað náttúrulega okkar deild mjög ung, hún ekki nema 10-15 ára gömul og þetta bara, allt í einu fann maður bara þessa þörf, hvað þetta var nauðsynlegt. En gert ráð fyrir vísindastörfum? Já.
í kennsluskyldu? Já, allir akademískir starfsmenn það er hlutfall þeirra vinnuframlagi eiga að vera rannsóknarstörf. Annaðhvort listsköpun eða rannsóknarstörf. Hins vegar Listaháskólinn í þeirri stöðu að hann fær minnsta peninga frá ríkinu til rannsóknarstarfa af öllum háskólunum. Hans hlutfall miklu minna heldur en allir aðrir fá, og þetta einhvern veginn bara staða. Þannig að laun, akademískir starfsmenn hjá okkur eru kannski með 10% vinnuframlag til rannsóknarstarfa, og þar sjá það allir að ef þú vinnur 4 tíma á viku í einhverju svona, það gerist ekki neitt. Svo fer ég að lesa heimavinnu. Já, en þannig að það sem að menn gera í Listaháskólanum, það náttúrulega bara í tómstundum. Listsköpun kennari í Listaháskólanum fer fram í tómstundum, meira og minna, og öll rannsóknar vinna. Þetta náttúrulega ekki nógu gott ástand, en auðvitað, það verður að gera fullt af hlutum. Það engin spurningu það, og fullt af góðum hlutum. Þeir ganga svolítið hægt, en svona hluti ganga líka hægt. Það bara þannig. Svo sem við eins og venjulega höfum ekki endalausan tíma í þetta viðtal, og við verðum að taka marka okkur eitthvað. Þá ger ég ráð fyrir að hinir kennararnir sem að þú nefndir hafa allir verið góðir kennarar, en þeir voru að vísu yngri en Þorkell og Atli. Já, þau eru bara rúmlega 30, þessi kennarar sem voru að kenna okkur hana. Þau eru tiltölulega nýkomin úr námi, og þau eru uppfull af hugsjónum, og þau eru mjög skemmtileg, mjög gaman að kynnast þeim, og ég hef ekkert nema gott eitt þau að segja. Já. Þá skulum við snúa okkur að þínum tónsmíðaferli, og þá allt innifalið. Hvað nefndu fyrsta verkið og svo koll af kolli, með nokkrum orðum hvert þeirra? Já, ég náttúrulega samtíðan að nokkuð verk í tónfræðideildinni, svona mín fyrstu verk, sem nú kannski óþarf að vera að nefna sérstaklega. Ég man að ég gerði flautusóló fyrir Kolbeinn Bjarnason, og ég gerði verk fyrir Jóhönnu Þórólfsdóttur og Kolbeinn, sem sagt fyrir söng og flautu, og ég gerði eitthvað meira, ég gerði gítardúett. Þetta voru verk sem ég gerði með Þorkelli. Ég gerði 12 tónaverk fyrir 2 gítara, og það nú ennþá að spila svolítið, því að það vantar alltaf nýja gítartónlist. En það ekki fyrir ná kannski á lokaárni í tónfræðideildinni, eitthvað sem að þá ger ég verk sem að standa alveg ennþá. Það eru annars vegar músík fyrir klarinett sem ég gerði fyrir Gunnar Fransson. Hann var að útskrifast sama ár og ég, og hann spilaði það á útskriftartónleikunum sínum. Það verk sem mér þykir mjög vænt um, og ég var að prófa alls konar hluti þar sem að bara gengu ágætlega upp. Og hitt verki var Oktet, sem var sem sagt útskriftarverki mitt frá tónlistarskólanum. Atli Heimir Sveinsson stjórnaði nú flutningnum á því, og þetta var í Austurbæðarbíói, og bæði þessi verk eru svona verk, þetta er svona fyrstu verki sem að eru á listanum mínum yfir tónverk. Þannig þau eru bæði alveg auðvitað barsins tíma í sjálfu sér, en þau eru bæði verk sem ég er ánægður með. Síðan fer ég í framhaldsnám til Utrecht í Hollandi, hjá hollensku tónskóldi sem heitir Joep Streiser. Hann er á sama aldri og kennarar mínir fyrirverandi hér, fæddur 34, hann er sem sagt jafngamall Leifi Þórarinssyni, og það var afskaplega gaman að koma til hans. Ég leit rosalega upp til hans. Ég fór kannski, ég upplifði nú mig ekkit mjög sjálfsöruggan á þessum tíma, þannig að ég var nú svona svolítið hræddur þarna í Utrecht og leið ekkit rosalega vel.
en ég kynnist þessu manni og hann hefur strax mjög góð áhrif á mig, fannst mér. Ég spilaði fyrir hann þessi verk og hann var mjög ánægður með bæði þessi verk, en honum fannst ég þurfa að laga oktetin aðeins, og ég gerði, það var eiginlega fyrsta sem ég gerði hjá honum, ég lagaði oktetin, gerði hann svona jafnaði svolítið út, þannig að hann var svona, já, hann var svona fullkomnari einhverja hátt, formið á honum fyrir vikið. Við glemt meinu. Áður nú komst í tónskólan, varstu í tónskóla Sigursveins, eða ekki? Jú, ég byrjaði þar, já. Segðu okkur aðeins frá því, og hvað varst að læra þar? Já, ok. Þannig að við byrjum þar, þá það, sko, ég byrja mjög seint að læra tónlist. Ég var bara sjálflærður á gítar. Þegar ég ég ólst upp í Hveragerði, lærði á gítar í bréfaskóla Ólafs Gauks, talandi þann fína mann, fekk bara að senda gítargrip og svona, þannig að og síðan var ég bara sjálflærður á gítar og ég var í hljómsveit í Hveragerði og mjög gaman. Ég flyst með móður minni og 2 systkinum til Reykjavíkur þegar ég 13 ára og fer í Hagaskóla og fer þar að spila með einhverjum og svona, en þegar ég búið með Hagaskóla og á leiðinni í MR, þá ég þegar byrjað að spila með hljómsveit sem kallaði sig Melkjör. Þar kynnist ég nokkrum góðum félögum sem voru, og þeirra grunnur lá í klassísku námi. Þar voru Hilmar Oddsson, sem nú kvikmyndagerðarmaður, hann var að læra á selló í Tónlistarskólanum í Reykjavík. Arnþór Jónsson var þar, sellóleikari og píanisti og tónskáld, og Karl Rót, og þeir lögðu svolítið áherslu á að nota klassísk hljóðfæri og svona. Ég komin inn í þeirra hljómsveit 16 ára gamall, þeir eru nú allir árinu eldri, og þá allt í einu upplegi ég þess að þörf að ég þurfi að fara að mennta mig eitthvað, og ég byrja ákveð að fara að læra gítar og fer í Tónskóla Sigursveins. Það byrjaði nokkið sérstaklega vel, þannig að ég flosnaði nú upp úr náminu fyrsta veturinn. Það sem verra var, ég flosnaði líka upp úr menntaskólanum, og ég ákvað að hætta í menntaskólanum svo ég gæti nú fara að læra almennilega tónlist, en síðan árið eftir þá fer ég bara aftur og þá ég er búin að læra á gítar auðvitað, ég kann svolítið á gítar, en þegar ég fyrir að læra á klassíska gítar þá tekur það nú svona sinn tíma, en þetta gekk nú samt hratt og örugglega, og ég var þarna hjá Jóni Hrólfi Sigurjónsinni sem var nú mitt fyrsta gítarkennari. Ég var aðeins hjá Símoni Ívarsinni og henni aðalkennari náttúrulega verður síðan Gunnar H. Jónsson, og ég framhaldi honum Jósef Fung, og ég að læra á gítar frá 77, og síðan þar læri ég líka hljómfræði hjá Sigurðssyni D og tónlistarsögu hjá Páli K.R. Pálssyni. Þetta var mikill eðalmenn. Tónheyrn hjá Sigurðssyni Magnússyni, og á þessum tíma var mjög sterkur hópur, nemendahópur í tónskólanum, og mjög svona mikið og skemmtilegt tónlistarlíf þar. Já. Þegar ekki rætt tónsmíðar, þú og Jósef Fung? Jósef fór nú að semja eiginlega eftir þetta. Nú? Já, þannig að þegar ég klára 8. stig á gítar, sem þarna 82, þegar ég byrja, sama ári ég byrja í tónfræðildinni. Það aldeilis. Já, og þá Jósef faktist kannski að byrja að hugsa eitthvað tónsmíðar, en það verður hann fór eiginlega út leið og ég síðan eftir tónfræðildina, og þá fór hann að læra tónsmíðar. Og kom hann ekki tilbaka? Svo kom hann ekki tilbaka, en hann núna staddur í Hong Kong. Hvenær
samt gítarkonsert fyrir kammersveit. Það hefur verið á árunum þarna eftir árunum svona 86-7 af því það nú reynda gerst þegar ég var úti. Ég get sagt það Akureyringur til hróss að þeir fylltu íþróttahöllina. Einmitt. Já. En sem sagt þetta var nú svona, en þegar ég var sem sagt í Tónskóla Sigursveins þarna frá 1980 þá byrjaði ég líka í tímum hjá Þorkeli, eins og ég var að segja áðan, þá fór ég að læra í hljómfræði og tónsmíðan tíma til Þorkels. Og það er náttúrulega að ég vísa svolítið til þess að því að Þorkell var náttúrulega mjög góður hljómfræðikennari og það var nú ekki verra að hafa hann sem einkakennara og þannig ég bjó strax mjög að því námi hjá honum. Þannig að þar kom svona ákveðin agi og bara ákveðin hlutur sem maður læriði. Segðu mér til gamans, hvar endaði tónlistarsagan sem þú læriðir? Í hvaða tónskáldi og á hvaða tímabili? Ég býst nú við að við hefum ekki farið mikið lengra en framöndur svona 1920-30. Ég hugsa það. Þannig að þið hafi kynst Schönberg, Stravinski og þeim félögum. Já, auðvitað voru við líka í tónfræðileginn þá náttúrulega voru svolítið upptekin af þeim. Maður er svolítið upptekin af þessum tíma. Það er alveg rétt. En við fórum ekkert mikið meira í tónlistarsögunni. Það var ekkert verið að ræða íslenskt tónskáld. Sko, þá nú reyndar eitt námskeið í tónfræðideildinni sem að Jón Þorvaldsson var með íslenska tónlist og íslenska tónlistarsögu og þar fórum við fórum náttúrulega 1950-60 og þá sérðu hann gerir þessu góð skil. Já. Þá sérðu á hverju unga fólki í dag veit ekkert hvað gerist eftir 1950. Er mjög lítið eins og Þorkell, Atli og Þið raun og veru. Já. Sko við náttúrulega í Listaháskólanum erum við þetta við gerum íslenska tónlistarsögu mjög góð skil. Við erum með íslenska tónlistarsögu fyrri alda sem Árni Heimir Ingólfsson kennir og við erum líka með 20. og 21. aldar tónlist. Ingibjörg Eyþórsdóttir hefur verið að kenna það núna hjá okkur undanfarin ár. Þannig við greinum að gera þessu mjög góð skil. En auðvitað þetta náttúrulega bara... Þetta er rétt byrjunin. Þetta er bara byrjun, sko. Og þess vegna, svona rannsóknir sem við erum að reyna að gera og halda úti að taka... Það sem við höfum verið að reyna að gera er að taka kannski eitt tónskáld fyrir á ári. Flytja verkin þess, reyna að rannsaka þau, halda fyrirlestur þau og taka eitthvað saman og kynna þau. Það er það er bara til þess að kafa dýpra og svo þurfum við náttúrulega bara að gera meira og meira. En ímyndaður, berðu saman að ganni íslenska bókmenntasögu og íslenska tónlistarsögu. Já, það er mikið verk óunnið. Það er bara ekkert hægt að tala um neitt annað. Og það sko að versta í þessu er að því að leið og ég fór að skoða þetta þá náttúrulega sá ég hvað það hefur verið lítið skrifað og allt sem hefur skrifað íslenska tónlist er náttúrulega mjög yfirborðslegt. En þeir sem hafa skrifað íslenska tónlist, það er ekki Íslendingar. Það er Jöran Berjendal. Jöran Berjendal og John D. White heitir einn sem hafa skrifað ágæta bækur og ágæta samantættir íslensk tónskáld og svona yfirgrip sem mikið og það var tónfræðingur sem starfa á Akureyri tíma, Marek Potjaski, hann hefur tekið saman bók íslensk tónskáld og hann hélt píanóhátíð á Akureyri með íslenskri píanótónlist og skrifaði bók það. En það er sáralítið sem hefur verið skrifað. Svo er náttúrulega til einstaka doktorsritgerðir. Já. Til dæmis Þorkell. Já.
Vissirðu það? Nei, býtu, nú er ég Píanótónlist Þorkels. Hver skrifaði hana? Bandarískur doktorskandidat. Fyrirgjöf. Ég held að voru að tala um Íslendinga. Við erum að tala um hana Kristínu Jónínu, væntanlega. Er það ekki Íslendingur? Hún er hálf íslensk. Reyndar hennar doktorsritgerð var um Jón Nordal, píanókonsert Jóns Nordal. Já, svo var annar sem þá... En hún skrifaði reyndar líka, hún tók saman og er búin að gefa út píanóverk Þorkels. Já, einmitt. Og það er útgáfa hjá henni. Ég veit það vegna þess að ég satt tónleikana í Kópavogi. Já. Þegar hún flutti verkin úr sem hún fjallaði í doktorsritgerð sinni. Það er afskaplega fín bók og það var mjög skemmtilegt að hún náði því að tala við Þorkel almennilega þessi 2-3 síðustu ár sem hann lifði. En það er til þess það sem ég byrja á mínu bara, það er eiginlega þegar Þorkel deyr. Jú. Og lærlingarnir þínu komu til mín. Já, einmitt. Og pumpuðu mig. Einmitt. Og kveikjan reyndar að mínu hugmyndinu hjá mér voru náttúrulega bara eiginlega loka tónleikarnir, maður segir það núna, loka tónleikar. Það voru tónleikar sem Kaput hélt með kammerverkum Þorkels, þar sem ég sá Þorkel í síðast skipti, sko. Og það var eiginlega kveikjan að þessu og allt saman. Og það var í kringu þá tónleikar sem ég fattaði að margir af nemendum mínum þekktu ekki til hans. Skrítið. En svo auðvitað þekktu til hans, af því að meira og minna þau höfðu verið í kórum, þau höfðu sungið verkin hans. Heyr heimla smiður. Já, og mörg fleiri, af því að það er reynda mjög skemmtilegt að koma mikið að nemendum til okkar úr Hamraríðarkórnum. Og þar er Þorkell alltaf sunginn mjög mikið. Auðvitað er Þorkell mjög mikið fluttur á Íslandi. Já, en ekki stórverkin hans. Nei, ekki eins mikið. Og sem hafa aldrei verið flutt á Íslandi. Já, það er rétt. Það er ekki nógu gott. Nei. Eða þá flutt svo illa skammir að. Já, einmitt. Nú er verið að gefa út, held ég, 4 tónverk eftir Jón Nordal. Erlend útgáfa. Já. Gat nú skeið. Ég hugsa að hann sé næstur í röðinni. Já, sko, við byrjuðum á verkefni kringu Jón Nordal í fyrra. Við vorum með afskaplega áhuga saman nemendur og þetta snýst náttúrulega svolítið það að maður þarf að fá nemendum í lið með sér sem eru byrjaðar á þessu verkefni og ég vonast þess að við getum bara haldið því áfram. Já. Varstu búin að telja upp öll verkin? Nei, við vorum við förum hratt yfir. Ég er alltaf ruglaði. Við vorum komnir þá í gegnum það því ég var í Tónskráð Sigurðssynis, ég fer í tónfræðideildina og ég líka henni 84 með þessum 2 verkum. Ég kom til Utrecht hjá Júb Streiser. Þar byrjaði ég að laga oktitinn en ég var líka með pöntun frá Íslensku hljómsveitinni og Guðmundi Emilsinni og þar er ég beðinn að skrifa hljómsveitaverk eða kammerhljómsveitaverk fyrir þessa hljómsveit sem átti að flytja í mars og þetta verk þurfti náttúrulega að vera tilbúið snemma og þetta var smá hausverkur eins og ég sagði kannski áðan að ég kem hann út ekki fullur af sjálfstrausti og ég átti einhvern veginn í miklum erfiðleikum með þetta verk. Ég vildi náttúrulega byrja á einhverju nýju og var einhvern veginn að bara prófa nýja hluti, kynnast nýjum kennara sem hafði kannski aðeins meiri skoðanir á því sem ég hafði að gera heldur en kennarandi mínir áður af því að þeim fannst yfirleitt allt frábært sem ég gerði. Þannig að kennsla fólks nú svolítið í því að uppörva mann. Þarna þurfti maður kannski aðeins meira að standa fyrir máli sínu. En ég skrifaði þetta verk og kom hérna heim í mars og heyrði Íslensku hljómsveitina að spila þetta. Margrét Hillis sem var, ef ég man rétt, fyrirverandi kennari þinn frá Bloomington, það ekki?
stjórnandi Chicago Symphony Chorus. Og það var mikil upplifun að kynnast henni og fara í fyrsta skipti náttúrulega inn í svona hálfgert svona atvinnumanna batteri eins og þessi hljómsveit var, ekkert hálfgert. Þannig að þetta var lífsreynsla og ég hef ekki hlusta á þetta verk í mörg ár en hérna það var bara það gerði heilmikið fyrir mig. Ég frelsaðist svolítið, ég fór að gera nýja hluti og því ég var að vinna þann út í Hollandi þá var ég ekkert með hljóðfæri þannig að ég vandist því að reyna að ímynda mér hlutina og skrifa á niður en fari ekki alltaf beint í hljóðfærið sem ég hafði nú svolítið mikið gert áður. Þannig að það voru svona ný vinnubröð sem að fylgdu þessu. Þannig að þetta var stórt verk, þetta var held ég 15 mínútna verk fyrir Kamilhúsið. Það var nú einfaldi blásara en strengisæti var. Hérna ekki Skref. Skref? Það hét Skref. Skref í rétta átt. Já, og þannig að það var, en þessi pöntun hún var svona, eins og hún var nú skemmtileg, þá var hún líka svona, hún var krefjandi og hún setti svolítið línuna fyrir fyrsta veturinn þannig að fyrsta afsökur. það var kannski að, ég var svona, ég man að ég var mjög veikur af stressi jólin. Við fórum að heimsækja vini okkar í Manchester þessi jól og ég man bara eftir mér að ég var alltaf uppi að semja kona mín fór í að heimsækja vini okkar í Breitlandi einhvers staðar annar staðar og ég satt alltaf upp á háalofti á Jóhannu og Einari Kristjáni og að semja en þetta var bara gaman. Sérstætt. Ég man þetta verk mjög vel. Já. Það er náttúrulega til upptaka af þessu verki einhvers staðar. Já, Ríkisútvarpinu, Kjallaranum. Hvar annars staðar. Einmitt. Þannig að það var þetta sem sagt þá vorið 85 og það leiði mér að skjóta að þú komst með nóturnar á skrifstofu hljómsdarinnar á Fríkirkju við 11 þá tók ég myndaðir. Það er mjög ungur hrómar. Já, ég trú því. Ég ætla að reyna að finna hann og birta hana með viðtalinu. Já, glæsilegt. Já, síðan er ég bara þarna áfram að vinna hjá mínum kennara. Ég samti þarna klarinettu kvartett, þannig að setilhluta vetrarins og þá var ég líka bara að prófa mig áfram með nýja hluti. Þarna var starfandi í skólanum mjög góður klarinettu kvartett sem að flutti þennan kvartett út allt í Hollandi. Þannig að þetta fyrsta ár var eiginlega svolítið viðburðaríkt að þessi verk mín frá lokaárinu í Tónó voru bæði fluttana og síðan var skrefið þarna með íslensku hljómsveitinni og þessi klarinettu kvartett og þá vorum við komin 85 og ég held ég sé bara komin að því verki sem er eiginlega næsta samstarfsverkefni við íslensku hljómsveitina. Það er þá er semst vinur minn Hilmar Oddsson, hann er að gera sína fyrstu kvikmynd eins og Skepnan deyr. Þetta er eitthvað sem hann hafi gengið með í maganum. Já, ég vil koma að því að það er frábæri mynd. Já, einmitt. Það er allavega þegar maður horfir á hana eftir á þá er ekki hægt að saka mennum að hafa ekki sett markið hátt. Þannig að það er mikið. En hann er að gera kvikmynd og hún á að vera með fullt af poptónlist. Það er þá tónlist sem hann hafi gert sjálfur. Hún fjallaði svolítið eitthvað slíkt. Hún fjallaði náttúrulega tónlistakonu og hennar og kærastan hennar á þess ég ætla að fara út í það. En hann vantar sem sagt skor fyrir myndina eða sem sagt einhverja músík. Hilmar vantar músík sem sagt svona nútíma klassíska músík sem hann vill hafa hana með
og ég í þessu námi þarna, að byrja á öðru ári og við eiginlega semjum það að ég búi til verk og það náttúrulega alls konar praktíski hlutir, þannig að ég fer til þín, Guðmundur, og ræði þetta við þig og við í samræðu svona við Hilmar við ákváðum það að ég semji verk fyrir Íslensku hljómsveitina og þetta verk verður flutt á tónleikum en síðan getum við fengið að Íslensku hljómsveitina til að taka upp hluta úr verkinu og nota í þessa bíómynd eftir tónleikana og þetta eru nú kannski ekki vinnubröð sem eru ástunduð í kvikmyndaheiminum en við þurftum að finna einhverja leið til þess að gera þetta og ég þurfti náttúrulega líka einlega réttlega þetta fyrir kennarinn mínum að ég væri að gera bara einhverja svona senur í einhverja mynd þannig að mér fannst einhvern veginn eins og ég þyrfti að búa til eitthvað verk en eitthvað heilstætt þannig að ég geti líka lært af þessu ég náttúrulega var bara í námi og allt það en ég held áfram að vinna með ákveðna hugmyndir sem ég hafði verið að vinna með í þessum klarinettkvartett og það fyrsta reyndar sem að Hilmar bað mig það er texti úr Biblíunni eins og skepnan deyr og maðurinn þú ert að finna alveg hvaðan hann kemur en þetta er texti sem að Brahms hafði notað Gamla testamentið Brahms hafði notað þetta einn af söngunum í 4 síðustu söngunum hans Hver meiningin með þessum texta? Eins og skepnan deyr og maðurinn það liggur eiginlega hann liggur þar meiningin útskýrðu nánar ég þarf eiginlega að hugsa mig aðeins meira áður en að fara að útskýra það ef að taka það næst Er nokkuð munur á manni og skepnu? Nei, það er eiginlega Förum við ekki öll til Guðs? Við förum öll sem er leiðina Þetta var það og ég man að þetta náttúrulega var það sem ég byrjaði á að gera og samdi þetta fyrir náttúrulega allt söngkonu eins og Brahms hafi samið sín síðustu sönglug fyrir Jóhannu Þorvaldsdóttur vinkonu mína sem var mjög upprennandi söngkona og þannig að þetta verk sín samdi fyrir Íslensku hljómsveitina það loka hlutin í því þessi söngur eins og skepnan deyr en síðan sem ég verkið og ég reyni að búa til verkið út frá ákveðnum stemningu sem ég hafði í myndinni nú til dags semur þú aldrei tónlist við kvikmynd nema að hafa myndina fyrir framan þig ég hafði aldrei myndina fyrir framan mig ég hafði bara handrit þannig að ég var bara að ímynda mér hvað var að gerast og svo síðan náttúrulega bara vinni þetta verk og við gerum þetta verk með Íslensku hljómsveitinni þetta var flutt á nokkrum stöðum Ragnar stjórnaði tónleikunum hvað heitir hann aftur Ragnar organisti Ragnar Björnsson Ragnar Björnsson stjórnaði tónleikunum en Guðmundur Emilsson stjórnaði upptökunum Við vorum svo frjálslynd þarna hafði sem sagt á þessum tónleikum var flutt allt Rapsodían eftir Brahms líka og þetta verk og eitthvað meira sem ég man ekki þetta var alveg 20-25 mínútna verk Já, allt Rapsodían var flutt þarna leið sko. Já, það var líka svolítið skemmtilegt þannig að Jóhanna söng hana steingleyma því og ég man að ég kláraði þetta nú verk jólin þarna þetta var nú ekki eins mikil átök þarna eins og með skref en ég man að við vorum að skrifa partana hérna í jólafríinu og ég fekk Hauk Tómasson og Guðmund Óla Gunnarsson með mér í það verk að skrifa partana og svo var þetta flutt hérna í janúar í Reykjavík og Akranesi og alveg og kannski á Selfossi og Keflavík Já og síðan þá ég verið upptekið við að skipuleggja Allir það ekki
En síðan er þetta verk tekið upp og síðan bara setjast við Hilmar niður og reynum að púsla þessu við myndina. Sumt gekk alveg fullkomna upp eins og við höfum hugsað okkur, en svo var líka sumt sem að gekk enga veginn upp og þá þurftum við bara að finna eitthvað annað. Þá verður það svona ydda niðurlög og upphöf. Já. Svo pössuð inn í myndina, sko. Já. En eftir á að hyggja þá var þetta náttúrulega líka ótrúlega reynsla og maður lærði mikið af þessu. Og náttúrulega bara ótrúlega tækifæri að fá aftur að skrifa fyrir þessa hljómsveit. Það er náttúrulega, þegar maður er ekki komið lengra í náminu þetta, að fá svona tækifæri er náttúrulega bara ómetanlegt. Og það verður eiginlega til þess að þetta er sem sagt 80 og nú komið sem sagt 86 í janúar gerist þetta. Og ég man nú ekki alveg hvernig myndin er frumsýnd, en hún hlýtur að hafa verið frumsýnd þetta ár. Hvað hét aðaleikkonan aftur? Edda Heiðrún Bachmann. Já. Og Þröstur Leó léku þarna aðalhlutverkin. Þau stóðu svo alveg myndum. Og þetta var mikil mynd og bara stór Hilmar til sóma. Stór dramatísk mynd. Gerist eitthvað austur á fjörðum eða ekki? Jú, hún er tekin í Loðmundarfirði. Nú Loðmundarfirði? Og já, þetta var bara virkilegt ævintýri. Varstu viðstaddur? Ég fór þangað aðeins, sko. Heimsótti tjaldbúðirnar. Já, þetta náttúrulega Hilmar var nú svona eins að níðast á frændsemi sinni við Dieter Roth og syni hans, þannig að hann fekk sem sagt að vera þar í húsi Dieter Roth í Loðmundarfirði. Þetta gekk allt út á bekk. Já, eins og gengur líklega ennþá. Líka hljómsveitin. Já. Það var bara bekk. Einmitt. Sem framkvæmdastjóri þá var ég yfirbettlari. Ég fekk ekki laun nema ég næði mér í þau sjálfur. Já, það er. En kannski er það bara rétt að leiðin í þessu. Ég veit ekki, ég var á nóskup leiðröði. Þetta er mikið vinna. Já. Ok. Fyrir utan laun hljóðfærleikarana og allt þetta stús. Já. Þetta var atvinnumenn, eins og þú sagðir. Atvinnumenn á sömu launum og Sinfóníuhljómsveit Íslands. Já, einmitt. Það var ekkert verið að skera af því. Nei. Já. En hvað gerir svo á 10. áratug? Já, sko, nú er ég ekki alveg búinn þarna í þessu námi. En að það sé alltaf eiginlega að koma að þegar ég er búinn að semja þessi 2 verk fyrir íslensku hljómsveitina og þá hefði maður alltaf fengið ákveðna þjálfun í að skrifa fyrir hljómsveit. Ég held áfram náttúrulega í mínu námi, næsta verk hjá mér var tríó fyrir saxofón, marimbu og hörpu. Það er eiginlega eina verkið mitt sem að einhvern veginn fór aldrei og var aldrei flutt. Ég lauk við þetta verk en það hefur aldrei verið flutt og satt best að segja núna þá er ég ekkert endilega viss ég vilji að það sé eitthvað flutt. En ég er komin þarna semst á 3. ár hjá kennarunum mínum og ég hugsa með mér nú er komin tími til þess að ég semji bara alvöru hljómsveitarverk og ég sting upp á því og ég veit það náttúrulega þegar maður er í námi þá getur maður leyft sér að gera svona hluti og ég fer í það verkefni að semja verk úr ljóðaljóðunum og kennarinn minn samþykki þetta, hann bara skildi vel hvað mér langar til að gera þannig ég fer að velja með texta á ljóðaljóðunum og til verður þarna ljóðasymfónía eða ég kalla þetta Symphony of Songs, gerði þetta með ensku útgáfunni og veturinn og eftir þá er ég sem sagt að safna vinna, ég safna textum og búa til svona dramatískt verk úr með þessum textum og þess það 87 þá fyrir ekki, var þá ákveðu hvað er þetta flutt? Nei, þannig ég ákvað að gera bara svona verk upp á von og óvon
aðalatrið náttúrulega var eiginlega bara að gera svona verk með ég hefði tækifæri til þess, ég hafði tíma til þess Einmitt. og ég hafði mann sem gat aðstofa mig, þannig að ég gerði þetta bara, þetta verk, og þetta er 87 sem ég er að vinna þetta verk meira og minna, og þetta er fyrir 4 einsöngura og stóran kór og stóran hljómsveit, og þetta verk liggur síðan bara í geymslu eiginlega. Verkin sem ég gerði, Hvar er líkur það í geymslu? nei, ég segi svona 87 líki þetta verk, en ef við höldum áfram með það þá Nei, ég vil fá svar við þessu. já, Sendur þú symfóverkið? nei, ekki þá, ekki strax, Nei. en ég geri það cirka 2 árum síðar því ég er komin heim. Og lendaði í geymslunni? Nei, þá reyndar ég kannski svolítið heppin að þá er ungur og ferskur aðalhljómsveitarstjóri symfóníunnar, Petri Sakari, og ég er reyndar í verkefnavalsnefnd, ekki það verður að vera að taka þetta fyrir þar, Skil. en þetta verk ég búin að leggja það inn til symfóníunnar og svo allt í einu bara stingur Petri upp á því að taka þetta verk til flutnings, og þetta er síðan flutt 91 og sumarið áður þá setti ég íslenska texta við verkið og lagaði. Hvað varst að flækjast í verkefnavalsnefnd? Fyrir tónskólda eða? Tónskóldafélagið var með fulltrúa. Hvenær hófst það? Ég hefur örugglega verið þar svona 89 Nú, þá höfum til 90, já við sátum það saman Við sátum saman þá? eitthvað, og svo við vorum örugglega saman einhver tíman og svo 89 allavega. já, svo seinna kom Sigurður Einarsson, hérna það ekki, Sigurður Einarsson sem var á tónlistardeild. Nei, ég satt í minni verkefnavalsnefnd, það er fylgistarfinu tónliststöðar. Já, einhver tíma var ég samt með Hann getur verið að hann hefði sagt að þetta er forföllu mínu. já, en sem sagt ég var þarna eitthvað og þetta verk er síðan flutt minni mig 91 já, symfóníunni, og það var alltaf ótrúlega gaman, og svo gerðum við góða upptöku af þessu. Hvað var þetta flutt? Háskóla? Háskólabíó, og þetta verk var lagt fram til tónskóldaverðlauna Norðurlandaráðs sem var nú kannski aðeins of bratt, en það var allavega mjög gaman að vinna þetta verk, og þá kynntist ég Þorgerði náttúrulega, af því að Hamilja Korarnins sungu með mér í þessu, og það var líka einsöngarinn, það var. Má ekki segja að þú hafi verið svolítið uppáhaldi af Þorgeiri? Á þessum árum þá unnum við Þorgeir mjög mikið saman, og ég náttúrulega var mjög hrifinn af Hamilja Korarnum, og þessi hljómur, þessi ungi tæri hljómur, það var eitthvað sem mér fannst ótrúlega gaman að vinna með, þannig ég vann með henni náttúrulega. Ef við hoppum yfir þarna eitthvað, þá auðvitað samt ég fyrir þau, ég fekk lið með mér í Þjóðleikhúsið í leikritum Jónas Hallgrímsson, þar sem ég samdi lög við ljóð Jónasar, og þá sungu þau þar fullt af þeim, og síðan náttúrulega þegar Ríkisútvarpið og Guðmundur Emilsson panta mér verk fyrir Ísmús 93. Þú er útskýrið hvað Ísmús þýðir. Ismus. Þess að ismi. Já, ég held að þú nú að útskýra frekar sjálfur. Ég er búin að því. Ismus. En þá fékk ég þau aftur. Pluralismus. Já. Ég tók bara. Já, skemmtilegt. Já. Já, það er kveikjan að þessu. Já, þess vegna held að þetta sé Ísmús. Ég held að þetta var Ísmús. Nei. Já, Ísmus. Já, það verður svolítið dularfullt. Já. Og býtu, hvað var það? Þá samdi ég sem sagt Máríuvísur. Það voru sem sagt tekin úr ljóðum úr Lilju Eysteins Ásgrímssonar. Já. Þá tók ég þarna alltaf fallegasta hlutan að mínu mati,
María, ert þú móðir skýrust og svo framvegis. Já. Og þá fekk ég Hamralega kórinn í líf með mér og Man Þorgerði ég aftur. að rétt að Róbert Porko hafi stjórnað þessu. Já, einmitt, hann kom og stjórnaði þessu. Marta Guðrún. Fyrir ekki neitt, nótabenni. Já, Hann var kennari minn í Bloomington. já, það var líka mjög gaman að kynnast honum. Við fengum tíma til þess að æfa þetta verk mjög vel og flutningurinn var mjög góður. Við eigum upptöku af Það þessu. vegna þess að útvarpi hafði vikuna Ég veit það. og við gátum notaðan eins og við vildum. Já, einmitt. Þannig að það var líka afskaplega. Það er reyndar verk sem að ég sko býð eftir og þarf endur að fá flutt aftur af því við þurfum að gera betri upptöku af því. Það var aldrei gerð neitt sér upptöku af því. Það var bara bein Það útsending. var bara beina útsendingin. Vítu hvert fór hún? Þetta fór út allan heim. Já, það var nefnilega það. Það var nefnilega það. Var Þetta þetta ekki fyrsta beina útsendingin frá Íslandi? Heldur það? Ég er alveg viss um það. Já. Ég vildi ekki vera að setja þessi orð í þinn munn, en þegar kom svo til Genfar og fund tónlistjóra, Já. þá koma allir í löngum bönum og fór alveg gáttaðir hvað þetta hefur verið fínt kór, fín hljómsveit Já. og svo eru aðri kóra sem koma að við sögu líka Á þessari hátíð. á þessum tónleikum. Þessum tónleikum, já. Það var með sér tvísvöngsátti í hvað aldur var það? Ég man ekki hvað var annað þessum tónleikum. Ég man það því ég var kynnir. Þetta voru alltaf heilið tónleikar og þetta verk var náttúrulega ekki nema 20 mínútur eða eitthvað. Þannig að það lítur að hafa verið eitthvað annað. Nei, þeir voru alveg gátt, sko. Þetta er heiður fyrir þig og fyrir Ísland að þeir hefðu aldrei heyrt beina útsendingu frá Íslandi. Já. Og þeir voru undrandi vægasagt og það voru haldna ræður það á fundinum, sko. Þeir tóku hann til máls margir góðu menn og sagðist að þau eru undrandi heyra hvað við ættum góða tónlistamenn og tónskáld. Já. Nei, Ég reyndi nú að koma því á framfæri, sko. Ég man ekki hvernig ég gerði það. En til hamingi með þetta. Já, þetta var nú samt sko, þetta var nú svolítið eins og með skref, þú pantar að með skref. Þetta var svolítið bjarnagreiði þannig. Ég man að Gat nú skeið. þetta var erfitt. Það var erfitt að gera þetta verk. Það sagði enginn að vera auðvöld Nei, ég man að klifur upp á Everest. þarna gekk ég eiginlega fram að mér svolítið, af því að ég náttúrulega tók þetta mjög alvarlega. Ég vildi náttúrulega gera eitthvað sem að skipti máli. Þú ert hér enn. Já. Og sko í kjölfar ljóðarsinfoníunar sem ég hafði náttúrulega samið faktisk 87 en þetta er orðið 92-3 þá náttúrulega var ég líka ennþá mjög leitandi í því sem ég vildi vera að gera og saktast best að segja þá eru Máriuvísur að vissu leyti það er svona hluti af svona nýju tónmæli og nýjum hlutum sem ég langar til að prófa og þannig að ég man að þetta var mjög erfið vetur og ég var að kenna eins og vittlýsingur. Aumingja hrómar. Þetta var ekki auðvelt sko. en að sama skapi er þetta verk sem ég þykir óskaplega vænt og ég veit alveg það eru svona ég er náttúrulega búin að láta ég fekk hann Ara son minn til þess að tölvusetja fyrir mig daginn einhvern tímann eða fyrir nokkrum árum og ég veit ég þarf að gera einhverja pínulitla breytingar af því. Nei. Það þarf að gera aðeins lagfæringar. Nei. Og ég þarf að gera það og fá þetta og síðan vil ég náttúrulega fá flutninga á aftur til þess að geta gert. Nú segja örsögu. Já. Þú manst kannski að ég stjórnaði Fílarmóníu í Ríga í Lettlandi í 3 ár. Ég var á einhverjum fundi þar og þá segir einhver kona ég kannastu rödd þína. Ég segi, hvernig stendur það? Ég hef vist, nei. En ég held að þú hafi verið kynnir á
á kórtónleikum frá Ísland og ég sagði já, reyndar, og þá sagði hún, og ég náttúrulega steingleymdi því, ég var svo upp með mér sjálfur, skilaðu kveðju til tónlistamannan og tónskálsins, hér með því komið á framfæri. Takk fyrir það. Það er heimsfrægur. Alltaf munið eftir mér ennþá, eða? Ég veit það ekki, ég getur tekka á því. Já. Nei, þetta var rosalega skemmtileg upplifun og ótrúlega mikið sýnt. Og svo fullt hús. Já. Mjög gaman. En ef við höldum þræðinum, að þegar við erum að fara inn í gegnum þetta tímabil, þegar ég er að klára í Utrecht, eftir Ljóðsymfóníuna, þá allt í hennu fór ég í altar áttir, ég gerði eitt fiðlusóló og lokaverkið mitt frá Utrecht er síðan píanó, tilbyrði fyrir píanó, og það er náttúrulega kannski ekki velilegt að maður ljúki með píanóverki, en það var afskaplega skemmtileg lífsreynsla að takast á við það, skrifa fyrir píanó. Ég gerði þetta fyrir Örn Magnússon, vinn minn, og hann flutti þetta verk mjög víða út um allt, og við fórum með þetta á Ung Nordisk Músík, og síðan var þetta flutt á ECM hátíðinni í Oslo, og þarna er ég eiginlega 88 er ég að klára í Utrecht frá mínum kennara og er að koma heim, og kem heim sem sagt vorið 88 og byrja bara að kenna eins og vitleysingur, eins og maður gerir til þess að reyna. Vingja hróðna. En það var náttúrulega ótrúlega gaman, af því að það er náttúrulega, ég hugsa að þú har upplifað það eins og margir fleiri, að maður lærir náttúrulega ekki neitt fyrir að byrja að kenna. Nei, það er rétt. Þannig að ég byrjaði að kenna tónlistarsögu og þá lærði ég tónlistarsögu, og ég byrjaði að kenna hljómfræði og þá lærði ég hljómfræði. Var á einni blaðsjöðu. Já, og það var einmitt, ég byrjaði að kenna kontrapunkt. Kunnirðu nokkuð í honum? Ég hafði aldrei lært kontrapunkt. Þá var ég alltaf einni viku undan nemendunum minn, það var nú bara þannig, en það var mjög gaman. Þú hafði bakgrunn? Ég hafði bakgrunn, ég gat alveg. Þetta var reyndar, ég byrjaði að kenna í tónlistaskólanum í Garðabæ og tónlistaskóla Sigursveins á öðru árinu eftir ég kem heim, þá byrjaði ég að kenna í tónfræðdeildinni, í Tónó, 89, og það var bara afskaplega góður skóli. Þá er komin þar faktist nýr umsjónamaður tónfræðdeildarinnar sem er Guðmundur Hafsteinsson, og Guðmundur Hafsteinsson hann var aldrei kennari minn, en hann varð samt eiginlega kennari minn, af því að hann kom með svona nýjar áherslur í teóríukennslunni, til dæmis það að allir ætti að læra kontrapunkt, þetta sem er alltaf ótrúlegt, allir nemendur í tónlistaskólanum Reykjavík læra kontrapunkt, sem var frábært, og hann fekk og Tryggvi Baldvinsson sem var hana, já, hann fór svo til Vínar til að læra kontrapunkt. Já, en hann reyndar hann fer til Vínar svona 80, hann er líklega svo þriðji hópurinn úr tónsmíðadeildinni, tónfræðdeildinni, hann fer til Vínar svona 87, 8, þannig að, en svo þegar hann kemur tilbaka, þá náttúrulega fer hann auðvitað að kenna kontrapunkt. Tónlistaskóli Heilarar Sesselju í Róm, sem er fræg stofnun, er svona, hvað ég segja, íhaldssöm. Ég hitti þar ungan tónsmíðanema, og hann sagði að hún hefði verið þrælaði gegnum kontrapunkt í 3 ár. Hann sagðist ekki alveg skilja til hvers, að því að hann vildi langa til að vera tónskáld. Já, einmitt, það er þetta hefur nú breyst mjög mikið núna, að það er eins og í Evrópu, það er einstakar stofnanir þar sem að er mjög hefðbundin kennsla, þar sem að fólk er þræla í gegnum allt þetta, allar þennan gamla
kúltúr og auðvitað margt af því það auðvitað mjög hollt, en eins og þess nú til dags þá leifum við gerum það ekki að skyldu að fólk sé að læra 3 ár kontrapunkt, við leifum því að læra hann í 1 ár og 2 ef svo ber undir. Ég held að Jón Þórarinsson hafi og Hundimið og þeir hafi verið mjög hallir undir kontrapunkt. Já, einmitt. Getur það passað? Já, alveg örugglega. Það meina, kontrapunktur náttúrulega bara, sko, kontrapunktur allstaðar. Skilur við, þar sem við erum að kenna okkar nemendum Palestína kontrapunktur, en síðan náttúrulega, skilur við, eins og Mahler sagði einhvern tímann, það sem skiptir mestu máli í tónlistinni kontrapunktur, en hann var náttúrulega ekki að semja Palestína kontrapunkt, hann var að kontrapunktur náttúrulega bara að setja hluti saman setja ólíka hluti saman. Já, Norda orða þetta svona við mig, læra það fyrst að brjóta svo. Já, það er. Þetta er samanlega. Ég held, ef við erum að tala kennslu, við kennum okkar nemendum hljómfræði. Við viljum að þau læri barokk hljómfræði og inn í klassikina og inn í rómantíkina, hefðbundna hljómfræði. Af því að við viljum að nemendur okkar þekki söguna og þau læra söguna vissleiti gegnum hljómfræðina. Við viljum ekkert, og við eiginlega lærum, við kennum þeim klísjurnar, svo þau geti forðast þær. Það er svona, það er einn hlutin af þessu. Og þannig að ef þau kunna hefðina, þá getur þau kannski byggt á hana og gert eitthvað annað við hana. Ef að tónskáld í dag náttúrulega ekki endilega að nota dúr eða mál hljóma, en í fyrsta lagi þá náttúrulega þau geta gert það, og ef þau gera það þá ættu þau að hafa, ef þau kunna hefðina þá kunna þau þá að vonandi að bæta einhverju við hana. Segðu mér eitt að ganni. Og við erum þar með að ljúka þessu samtali og bara hafa framhald. Hérna er bannað 307. Já, ef þú skoðar barokk hljómfræði þá ertu ekki. Nei, ég meina að þú útsettu íslenskt lag til dæmis. Það er ekkert bannað. Ég segi við mína nemendur, við förum í gegnum tónlistarsöguna og þegar við erum búin að læra þetta allt, þá er engin regla eftir. Nei. Þá má allt. Þegar Jón Nordal eru sammála. Þau ekki að ljúka þessu með því.